við náðum ekki í hann. Gaui? Já, blessaður, er það Elli? Já, blessaður. Já, sælur, veitu, Gaui, hver er það? Hæ, Gaui. Gaui, góður? Já, Gaui, góður maður. Ekki, herri, hvað ert þú stattur? Hvað, ert í óbyggðum? Ég bara búinn að vera í rúmfatalagrinum í allan dag. Nú, hver anskotinn maður? Hvað er verið að bralla? Það er náttúrulega herbergi og baðið og heimilið og Jökvan hann að danski gaurinn. Já, byrju, já, einmitt. Er hann að fluttu til þín eða? Já, hann er hérna. Eða var hérna. Já, byrju, hann býr ekki hjá þig, var hann bara að leigja hjá þér eitthvað svoleiðis? Það er sko, hann náttúrulega borga aldrei sko, þannig að það er ekkert hægt að segja að hann hafi leigt neitt sko. Nei, það fer svona milli mála sko. Hann er náttúrulega legend hann, þetta er allt í góðu. Já, flottur strákur. Herðu, við ætlum að taka smá bíltúr og fá okkur smá ís og svona, ekki? Herðu, hárið flottir. Herri, já, Boys in the Band. Boys in the Band, hvað segir Elín? Heldur gott. Ekki? Jú. Þetta ekki sprækur bara? Ég er sprækur, maður. Sprækur og góður. Herðu, Yes. við erum meira að byrja þáttinn á því, sko, var að fá spons fyrir hérna þátt, sko. Já. Það er hérna íslenskt vatn. Nei. Jú. Tjóðlega Þeir það. eru byrjað að sponsa kallinn. Nú vorum bara að Nice. halda flöskunni, sko. Þeir eru bara hérna, og bara horfir bara í þessa myndavél hérna. Já. Segir eitthvað flott vatn. Íslenskt vatn. Geggjað. Ánægður með að fá þá sem spons, sko. Það er feitur spons, maður. Ég elska íslenskt vatn. Geggjaði, sko. Já, þetta er íslensi. Sko, málega það, þetta kemur beint úr berginu. Þeir eru búin að vera að malla þetta strákarnir, sko. Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. Það er íslenskt vatn núna allan heim, maður. Já, það er svona þegar kórónavírusinn er í gangi. Já, fær maður sér íslenskt vatn og hérna overdósar á C-vítamíni. Já. Það bjargar þessu, þess vegna er ekki með coronavirus. Já, það er málið. Já. Það reddast, sko. Herðu, hvað var ekki fjórða plata mín núna? Eldhúspartí. Fjórða sólóplata mín. Já, og það er bara á 4 árum eða ekki líka. Jú, örugglega. Við erum að tala um 17, 18, 19, 20. Já, þetta eru 4 ár. Ég kallar henni búin að vera duglegur. Já, þetta eru held ég einhver 80 lög eða eitthvað. Sjöss, maður. Það er nú bara ferill á sumum. Já, Þú veist, það ég meina... maður einhvern veginn er, sko, 3 plötur einhvern veginn hljómar eins og sé alveg nóg, sko, þannig að það er bara, það er algjör blessun að geta bara haldið áfram, sko. Já, bara keyra í þetta. Já. Ég meina það er sumir svona, Bubbi er svona, hann sem er 500 á ári. Já, hvað er hann komið marga plötur, maður? Svona 18, 20. Ég held að hann sé Íslandsmeistari í plötum, sko. Já, Hann ég er held komið að svona sé. 40 plötur. Ég held að þessi komið, sko, málið er, sko, maður er komin á vissan tíma, sko, sem að er fyrir að detta á mér, svona, að þú komið með 5 plötur eða 6 plötur, þá byrjar eiginlega að endurgera allt, sko, hérna, svona greatest hits. Já. Það fer ég að gera, sko, greatest hits og underground hits og ok. þá, sko, þá er maður fyrst í business, sko, það kaupa allir greatest hits. Já, algjörlega. Já, ég meina, back in the day að keypti maður alltaf Metallica, Best of, Guns N' Roses, Best of. Já, þetta er alltaf best of, sko, greatest hits, sko. Það er eiginlega eina sem seldist, sko. Já, það er eina sem selst eiginlega bara yfir höfuð. Já, þess vegna þarf maður að komast á það level, sko. Já. Þá er maður fyrst í business, sko. Erfitt að komast þangað. Já. En þegar maður kemst á það stig að komast í sko best of plöturnar, þá er maður eiginlega svolítið, sko, þá er maður eiginlega bara sett. Þá er maður í business, sko. Já, Kim Larsen til dæmis. Kim Larsen legend. Hann keypti sér ekki þetta, 800 fermetra hús þarna í Jótlandi með ljónum og gulljósakrónum og öllu nema hann hefði ekki hent í greatest hits. Já. Þú veit að þetta náttúrulega allir, sko. Ég fór til Danmörkur þegar ég var 16 ára. Já. Og hérna sagði við mömmu og pappa að ég var að fara að gista hjá einhverjum félaga. Nú, já. Og hérna tók tjald með mér og þau böstuðu mig með tjaldi, sko, rétt á hann ég fór. Já, þú varst á leiðin út bara? Já, og þau voru bara, hvað er að gera með þetta tjald? Já. Og
Ég ætlaði bara að hafa tjaldið, mér vantaði tjald, skilur. Ég er bara öllu tilbúin hérna. Nákvæmlega. Og það vantaði alltaf tjaldið. Þetta var bara svona innan tjaldinu, þannig að það myndi bara rigna inn, sko. Já. Þannig að það var eiginlega eins gott að þið böstuðu með hana. Og svo hérna fór með Prins Puffin úr Shades of Reykjavík og hann var, held ég, nýkominn með bílprófið. Já, þetta er svona þegar áður en Shades byrjar, eða ekki? Jú. Já. Og hérna, við förum og keyrum bara alla Danmörk á bíl sem bilaði á endanum, sko. Það keyrum svo mikið. Já. Þetta var svakalega góð. Með tjald? Já, með tjald. Já. Ég græjaði nýtt tjald sem betur fyrir, Ok, sko. ok, Annars hefði við verið í vondum málum. Og hérna, þarna við vorum alltaf á hjólabretti á fullu, þannig að við vorum að leita af sko tómum sundlaugum til þess að skeita í og gistum oft ofan í sundlaugunum, sko. Og það er ekki fyrir en ég byrja að ræða þetta hversu sketchy ferð þetta er, þú veist. Ég man eftir, ég hef heyrt sko skeitarnar, þú ert alltaf ansið lungin á brettinu. Já. Varst að taka Danmörku, varst að keppa og alls konar, varst mikið skeitari. Ertu ennþá? Nei, ég þarf að redda með bretti. Ég týndi brettinu mínu í Tennessee hérna seinasta sumar. Já. Og hérna Eins og gengur að gerist? eins og gengur að gerist, skilur, það var mikið að reifum og það var mikið að hérna, við gerum plötu þar. Já, mikið fjör. Og hún er á ensku líka, við höfum bara ekki gefið hana út, ég bara gleymt því, sko. Já, ok. Hún er sko svona suðuríkja, hérna, booty-based tónlist, sko. Hún er með rappi og ég er að rappa í fyrst skipti á ensku og þeirri plötu. Þú ætlar til að heyra þetta. Það er ný hljómsveit sem að heiti Crunky Biscuit Funk. Og hérna... Crunky Biscuit Funk? Já. Ok. Félagar mínir eru með bara, hérna, þeir eru með risa vöruskemmu, í svona vöruskemmu hverfi þar sem er fullt af, hérna... Hverju sketchy liði? Nei, það er klónlega sketchy liði þetta. Bara, ég ætla ekkert að segja það. Nei. Það er einhver bækaklöpp hann sem er super sketchy. Það er svona, á mínu levelar sem er svona, bara eitthvað, já, ég verð að fara að tala við þá. Já. Og hérna, þeir voru mjög skemmtilegir, en þeir voru mjög sketchy. Flottir strákar? Já, flottir strákar. Ef við næstu. Ég man það ekki eins og þeir voru fínir. Nei. En líka sko nágranninn okkar var hérna Young Buck úr G-Unit. Þannig að það var eiginlega meira sketchy lið þar. Það var alltaf svona lið sko sem var alltaf, já, það hafði verið fullt af einhverju vesinni þar sko. Og hann hérna ég er spjalla fullt við hann. Og hann er alveg hérna, hann er alveg með partí sko. Þetta er topp maður eða? Já, sko, Já, látum það eiga sig. Hann er bara gaur. Hann er alveg gaur með smá vesinn, skilur. Og hérna... En byrju, áður en sko erum að verða að fá hérna smá tóninn aftur í þær og ég truflaði með hérna skeitið. Já. Þú varst að tala sko þið voru sofandi í einhverjum sundlaugum og þú veist, hvað var í gangi þarna? Ég meina, hvað voru að gera? Og foreldrarnir hleyptuðu bara þarna til Danmörku? Já, ég náði að náttúrulega sannfæra að þetta væri allt solid, að við værum að fara, veist, þau vissu ekki að ég var að fara að keyra út allt, ég var bara að fara að gista hjá hérna félaga og þetta yrði allt solid. Þannig að þau héldu þetta væri bara að fara að vera venjuleg utanlandsferð hjá kallinum? Já, en við vorum satt með góðan félaga sem við höfum aldrei hitt áður, sko. Okay. Og hérna kynntust honum og við fengum að gista oft hjá honum og hann bjó hérna einhvers staðar lengst hérna í Horsens. Já, Horsens? Já. Ja, fantastisk. Þið náttúrulega voru að gera alls konar kjaftaði þarna á tónleikum. Hvernig var þetta aftur? Þið voru í Laugardalshöllinni. Þið voru að flúra fólk á sviðinu. Já, við vorum í því að flúra fólk á sviðinu. Hvaða tónleikar voru það aftur? Var það ekki það var Snoop Dogg. Já, var það Snoop Dogg? Hittirðu Snooparann eða? Nei, vá. Ég man það ekki. Gæti verið. Ég man það, já, segjum það hljómaði. Ég var sko akkurat á þeim tíma að díla við Leon C líka og gera lagið með henni, þannig að mér minnir það sko. Sko Leon C, Snoop Dogg, ég myndi alltaf taka Leon C. Já, ég var eiginlega, var örugglega að drekka kaffi með Leon C og var ekkert að pæla í Snoop Dogg. Nei, ég meina. Snoop Dogg er samt legend sko. Hann er legend en Leon C er samt meira legend. Já, basically sko. Hún er á eftir þér. Það er bara, það er geggjað sport sko, að fara á eftir fólki. Og þetta er að ná mönnum, hún er bara, þú veist, Elli Grill, ég ætla að taka þig, skilju. Þú er búin að fokka mér upp hérna með þessu lagi og þú ætlar að taka þetta á netinu. Myndbandið er farið út af netinu. Já, myndbandið er glatað. Sem er ömurlegt sko. Það er ömurlegt. Þetta myndband var svo random sko, út af því, sko,
geðveikur bílabátur. Já. Geðveikur bílabátur, sko. Og þú rænt honum einhverstaðar? Það bara, sko þessi bílabátur og Leon C segir bara hversu mikið mentu bíð þetta var allt saman. Og, já, það segir nefnilega nákvæmlega. Ég ætlaði bara að gera lag með Leon C og það átti bara að vera, þetta átti einhvern veginn bara að vera fyrir mig. Mér átti þetta að vera bara geðið fyndið. Já. Að vinna með einhverjum, út af tónlistin hennar er svo mikið snilld. Og svo erum við svo ólík, sko. Að það bara blandaði sig saman og fengu þessa útkomu og var mjög fyndið. Sko, hún náttúrulega, Hún er hress. Já, hún kom upp í stúdíó, sko. Og síðan fengum okkur hressingu og fengum okkur smá bjór og svona. Drekkulega á því. Já, og svo spjöllum við hana og voru bara geggja kamma í stofunni og svo dönsuðu við bara fram að kvöldi, vorum bara að dansa. Bara að fá sér á stuðu? Þetta var svaka gaman og svo var bara, svo allt í einu var hún ekki sátt, Já, nú. Eftir, ég veit ekki. Þetta var búið að vera heilengi út í lagið. Búið að vera frábært og... Búið að vera hittari. Já. Fólk bara dansandi við Leon C. og einn daginn þá bara komið gott. Þá verður hún ekki sátt. Já. Ok, og það er engin skýring á því? Ég veit ekki, það er fullt af skýringum, sko. Já, hún er bara hress. Já, hún er, ég mitt svona að hugsa hvað maður getur sagt, skilurðu, út af því mér fannst geðveikt gaman að hitta hana og það er náttúrulega leiðilegt að við séum ekki vinir. Ég tjekka ennþá myndböndunum hennar og þetta er brilliant stuff, það er bara ekki hægt að... Það er bara oft með, listamenn eru bara klikkaðir, skilurðu, það er bara staðreind, skilurðu. Já, það er bara staðreind. Eða sumir, skilurðu. Já, ég meina, já, það er alltaf eitthvað smá geðveik í gangi. Já, og þetta var bara stuð og hún vildi vinna úrst hratt, sko. Það var allt bing bara búm, við gerðum lagið og hún hringdi í mig daginn eftir og sagði bara, við viljum gera myndband og gera það núna og þannig að ég var ekki með neitt planað. Þannig að þetta myndband var bara svona, það var bara einn dagur til þess að plana þetta og við bara, og Rútur Skæringur leikstir í myndbandinu, mikið legend og mikið snillingur. Hann gerði jólamyndbandi líka, jólalagið mér. Já. Syngdu núna með, því það er partí, hægri hendina inn. Hann er svona, þegar ég er með lagið, sem að eins og, þá fer ég til hans, sko. Bara með eitthvað í tilbúið. Já, ef ég er með eitthvað þá og hugsa strax til hans og bara... Myndbandið er basically bara algjör spunnið þannig. Gjörsamlega. Það var bara let's go, gerum eitthvað rugl. Já. Og þú nærða að veiða þetta upp úr hattinum. Já, svo var mjög skrítið, sko, ég var búinn að plana heilan tökudag og vídeó átti að vera ennþá stærra og við áttum að gera miklu meira að prógrami. Og eftir svona 2 tíma varð hún mjög reið, sko, og sagði að hún aldrei verið meiri klukkutíma að gera tónlistarmyndband. Sem kom mér að skemmtilega óvart. Sem þetta eitthvað sagt hjá henni. Já. Þú veist, þegar horfður á myndböndin hennar. Já, það segir líka bara hversu mikið meistari hún er. Já. Út af því ég hef aldrei verið styttra, ég hef aldrei náð að gera myndband á klukkutíma. Nei, ekki heldur, sko. Það er bara aldrei komið neins staðar á tónlistarmyndbandin nema að taki bara 7-8 tíma, sko. Já. Að það er að gera, ég meina við erum ekki bara á sama level á hún. Nei. Hún er bara... Hún er líka bara með hana stíl, skilur, hún er búin að mastera. Já. Og það synthamelodíur og þessi myndbönd, þetta er bara eitthvað, þetta er engu líkt, skilur. Þetta er engu líkt, sko. Allt í skralli á þér, þú sem topp náungi. Við erum með alla stærðar á toppum fyrir þig, skralliklassett, iðnaðarlausning. Áður en við förum að fáum okkur ís, þá er rétt að hoppa hérna inn í húsasmiðuna. Kíkir aðeins með mér inn, þetta er alltaf þröng stæði. Ég var að vinna það var fyrsta starfið mitt. Þetta greinast það? Þegar ég var 16 ára. Sko, ég nefnilega, það var eitthvað partí í gangi. Já. Og það var brotinn vaskur heima. Þannig að bara svo gengur og gerist, veist hvað þetta er? Já, þeir eru viðkvæmir þessi vaskar. Já, þannig að ég þarf eiginlega að fara og hoppa inn og finna vask. Já. Og það er bara mjög fyndið því ég hef ekki hugmynd að vera að vinna í húsasmiðjunni. Nei. Þú kannski leiðir þetta bara áfram. Ég var að vinna akkurat hér líka. Varstu að vinna hér? Já, Jöfussi snilld. Þessi pleysi, sko. Herðu, ok, við hoppum inn, förum að finna vask og svo förum við að fáum okkur ís. Gekkja. Herðu. Awesome. Sko, eina sem ég er að hugsa er það, ef ég er að kaupa svona vask sem er sko með 2-földum masslás,
sem að væri þá raun og veru með klefexi og krampi. Ok, já. Sko, þetta bara eitthvað 200 kall, skilur, þetta bara 1 gig. Herru, þá tökum við þennan. Við tökum þennan. Ok, þá það bara slegið, þá komið með vask. Ef ég væri að koma, sem bara utanakomandi, nú ertu bara að byrja aftur að vinna eða? Já. Bara líður eins og þú sért bara að koma að vinna og ég er að kaupa grillaðir. Ég er bara góðan daginn. Hvaða grilla á ég að kaupa? Sko lykillinn er að einhver ætlar að kaupa svona flótgrill. Já. Er að láta hann fá rétt grill. Það var eiginlega bara sem skipti öllu máli. Já. Meinar réttum kassa? Já, réttan kassa. Já, fara á lagerinn og finna réttan kassa. Já, út af því kannski var ekki að kaupa sér svona grill. Já. Og ég kannski lét að fá svona grill. Fá svona einsbrennar eða tveggjabrennara. Já, eins og að fara í Eurovision sem ég gerði hana. Já, það fyrir mér snerist það allt í einu bara að gera það. Út af því ég vil gera allt. Ég vil bara upplifa allt og gera allt og læra því. Já. Er það ekki Barði Bangang sem að basically kemur með hugmyndina til því? Gjörsamlega. Mikill meistari. Hann hringdi í mig og útskýrði þetta lag. Mér fannst það svo ógeðslega fyndið. Ég grenjaði hlátri. Já. Ég hafði aldrei spjallað það hann áður. Já, þú hafðir ekki heyrt þá? Nei, og við erum mjög góð vinir. Ég veit að þeir eru fellar í dag. Já. Þannig að það spratt út frá þessu. Já, gjörsamlega. Ég hélt að þetta hefði verið eitthvað svona vinskapur áður. Nei. En hann bara randomlega bara herði, ég ætla að hringi í Ella Grill og fá hann í Eurovision. Það er líka mega sens, sko. Þú spjallaði Barða Bangang hvað er venjulegt. Hvað venjulegt fólk gerir. Hann veit allt um það. Það er bara perfekt og svo segir hann ertu ekki bara til í þetta? Ég þarf nefnilega að skila, hvað er klukkan? Ég þarf að semja lagið og ég þarf að skila því eftir nokkra klukkutíma. Ég var bara, já. Hann bara eitthvað, fólk elskar að heyra bara eitthvað svona venjulega hluti í lagi. Horfa út gluggann og fá sér að borða. Já, fólk elskar þetta. Já. Og það var alveg rétt hjá hann, sko. Það var alveg laukrétt hjá hann. Hvað var lagið eftir Það var bara að horfa út gluggann og fá sér að borða. Já. Það var eitthvað mjög peppa viðlag. Ég er búinn að gleyma hvernig þetta var. Þetta var svo pepp lag. Og ég bjóst ekki við þetta myndi gerast. Hann var bara eitthvað, ég er að drífa mig, ég er að semja þetta lag og ég er að skila því að lokar eftir smástund fyrir umsókn. Já. Ég var bara eitthvað, vá. Hann Barði náttúrulega sagði, sko, Elli, þú náttúrulega aldrei að fara að vinna. Þú verður að hafa það á hreinu. Já, við peppum þetta strax. Já, við erum peppað strax. Ég er bara eitthvað, við erum bara með skemmtiatriði. Já. Og það var alveg laukrétt hjá hann. Og Geggjuð leið til að hugsa þetta samt. Já, og svo náttúrulega gerði hann eiginlega svona mikið svona barnastjörnu úr grillarann, sko. Sem náttúrulega svolítið furðulegt út að ég bý til frekar crazy tónlist. Og þetta er ekki svona beint, maður myndi halda börnin væri ekkert að hlusta á grillarann. Já, ég meina akkur ekki. En samt, sko, er tónlistin alltaf til fyrirmyndar, ég er alltaf, sko, þetta er algjör vitleysa mikið, skilur. En þetta er mjög úthugsuð vitleysa. Já. Við skulum hætta þessu. Og mikil dýpt í þessari vitleysu. Algjörlega. En svo það sem að, það kannski bara verður fyndnara þegar þessi kynslóð verður eldri og sér bara þessi grillar, maður var búið til lög eins og vaselín og pabbi gef mér silikon og you name it, sko. Þú veist, algjörlega, það getur verið svolítið fallegt, held ég. Já, þegar þessi krakkar fara að alast upp, þá er þetta svona nostalgía í partíunum hjá þeim. Já. Þú ert ekki að fá þér ís. Nei. Af því að þú ert að fasta. Já, ég er að fasta, það er nefnilega málið. Já, settur of mikinn hita á það? Já, við vorum eitthvað að tala good times. Já. Gleymdum okkur aðeins. Segðu okkur aðeins frá þessu, nýja verkefni. Hvernig svona búið að vera að semja í COVID? Skilur þú svona andlega að vera svona mikið, þú veist, hefur þetta haft einhver áhrif á þig og hvernig þú semur og allt svoleiðis? Já, ég er oftast bara í 2 mánuði eitthvað að gera plötu út af því ég er bara búinn að alltaf ég gerir plötu og er ég smá tíma að skipuleggja mig hvert ég vil fara með hana og svona ég ætla að vera í svona 6 mánuði að gera plötuna en ég endaði með það að vera í heilt ár.
Enda er reyndar að gera 20 lög sem er kannski svolítið mikið. Eru byrjað að poppa hjá okkur? Já. Herðu, pullunar eru farnar að poppa. Þetta er alveg Herðu. Þetta er óætt. Já, við verðum að passa. Já, þurfum að taka pullunar út, sko. Hérna. Þetta hérna, þessi tegund af grilluðum pulsum á þennan hátt. Þetta er svona... Þessi öfuga skeifa. Já, þetta eru sér pulsur frá Ameríku og í svona tattoo-kúlturnum, þeir eru að gera þetta þannig, svona, kalla þetta octopusinn, sko. Og hann er Í tattoo? Já, og svo málaðir, sko, eru með oft svona lit líka, mála pulsunar. Já, eru hann að graffa þess. Já. Þetta er svona listaverk. Og hvernig smakkast það svona? Það er líka mál. Ég var að smakka þær, það er góðar. Það er eins og smakk, sko. Það eru crispy. Það er góðar. Já. Já, svona new school American way. Þetta er eiginlega betra, sko, svona. Þó að lítið ekki þannig út. Þetta er góð stöf. Shit, sko, þetta er yndislega pulsur, maður. Já, þetta er iconic stöf. Getur líka að segja. Svona Það er að raða á spjóti. Þetta, góður landsmenn, þetta er grillgúrúinn, Elli Grill. Hann er að græja þetta. Já, þetta er frumlegt. Ég er þekktur fyrir að vera frumlegur. Þannig að ég er frumlegur í öllu sem ég geri. Já, mér finnst þetta nefnilega að vera svolítið skemmtilegt. Já, ég er að vinna í matreiðslubók núna. Mér vantar bara titil. Sem sagt, grillgúrúinn sjálfur, Já. sem ert þú. Það er titillinn, en svo þarf að vera eitthvað meira. Þetta er svona skemmtilegu pinnamatur. Já. Já. Þú er framkvæmdaglaður listamaður. Já. Ég þekkti svo mikið af svona ekta listamönnum sem er bara þeir eru bara fæddir listamenn og þeir framkvæma ekki neitt. Það er ekkert eins og það sýnist. Nei. Já, nei. Ég er ekki sá sem ég held að ég sé. Ég er sá sem ég held að þú haldir mig. Já. Veistu, hvað með Krishnamurti, skilur? Hvað með Jiddu? Hvað er í gangi henni, skilur? Og einu sinni viðbót langi hár, sko maður svo. Langi hár.